A-B-D-E-F-G-H-I-I-J-K. Já, Þú ert... Já, takk, ekki því það. Þetta góð minnsverð. Já, það vinur? Góðan daginn. Ég heiti Sigrún. Komdu sæll, Patrik. Velkomin í skólann. Takk. Hvað ertu gamall? 14 ára. Komdu sæll. Flavio, komdu sæll. Við skulum fara inn, gjörðu þið svo vel. Já, gjörðu þið svo vel og fáið ykkur sæti. Takk. Ertu með dvalarleyfisskírteini fyrir Patrik? Dvalarleyfisskírteini? Já, dvalarleyfisskírteinið. Það er svona. Já, dvalarleyfisskírteini. Já, einmitt. Og hér er eyðublað sem þarf að fylla út. Nafn, kennitala, lögheimili. Já, hvar á Patrik heima? Já. Hvað hefur hann verið lengi á Íslandi? Hann kom í október. Hann búinn að vera 1 ár á Íslandi. Skóli áður. Já, var hann í skóla á Ísafirði og var hann í skóla á Filippseyjum? Aðrar upplýsingar. Já, til dæmis, hvaða móðurmál talið þið? Móðurmál? Mitt móðurmál er íslenska. Hvaða mál talið þið? Já, móðurmál. Filippínska. Aha. Kann Patrik að lesa og skrifa? Lesa? Og skrifa? Já, hann alltaf lesa, líka íslensku. Ertu svona duglegur, Patrik? Já, mér finnst gaman að lesa. Það er fínt. Og hérna er skóladagatalið. Hérna sjáu þið hvenær fríin eru. Hérna er jólafrí og hérna er páskafrí. Já, ég skil. Og bláu dagarnir eru starfsdagar kennaranna. Já, starfsdagar. Þá kennarar vinna og læra og börn frí. Það er alveg hárrétt. Þá eru kennararnir að vinna í skólanum og börnin eru heima. Og gulu dagarnir eru foreldradagar. Foreldradagar? Þá koma pabbi og mamma í heimsókn og tala við kennarann. Ég skil foreldradagar. Kom inn. Góðan dag. Þetta er Inga. Hún er umsjónarkennarinn Patriks. Sæl vertu. Og þetta er pappans Patriks. Flavio Kaffir. Sættu blessaði. Og Inga ætlar að sýna ykkur skólann. Þessa leið. Þetta er skólastofan þín, Patrik. Hún er númer 18. Já. Skilurðu hvað ég er að segja? Já. Hvað er þetta? Skólastofan minn númer 18. Já, auðvitað.
Og hér áttu hengja jakka inn á þennan snaga. Þetta er þinn snagi. Já. Eigum við að kíkja inn í stofuna? Já. Far þú bara upp á kennarastofu, Flavíó, og fá þér kaffisopa og komdu svo aftur þegar bjallan hringir. En Patrik, hér tökum við alltaf ofan húfuna áður en við förum inn í kennslustund. Komið sæl, krakkar. Þetta er hann Patrik. Hann er nýrnemandi hér í skólanum og er nýfluttur utan á landi. Patrik, þessi bekkur heitir 9I og I vegna þess að þeir eru nefndir eftir nöfnum kennarana, nöfnum bekkjarkennarana og I er fyrsti stafurinn í mínu nafni, ég heiti Inga. Ég ætlast til þess að þið taki vel á mótunum og hann getur liðið sem best hérna hjá okkur. Patrik, til að byrja með þá situr þú þarna hjá honum Guðjóni í gluggaröðinu til að hægri. Þú getur síðan fært þig þegar þú hefur valið þér vini hérna. Og krakkar, hvað segjum við Patrik núna? Velkomin í Réttarskóla, Patrik. Komdu Patrik, þú ert að sitja hérna hjá mér. Krakkarnir voru að læra landið. Patrik, hvaðan ert þú? Filippseyjum. Já, og frá hvaða borg? Cebu. Já, ertu frá Cebu? Já. Aha. Og krakkar, munið hvað höfuðborg Filippseyja heitir? Ragnheiður? Manila. Aha. Geturðu komið hingað upp á töflu og sýnt okkur hver Manila er á kortinu? Hérna. Já. Já, krakkar mínir, þá þið búin í dag. Þakka ykkur fyrir daginn. Þú, Patrik, ég ætla að byrja þig að sitja aðeins eftir, ég ætla að tala við þig nokkur orð. Krakkarnir fá yfirleitt mat miðjan dag og þau taka yfirleitt með sér nesti, þá jógúrt, skyr, ávexti eða samlokur. Svo geta þau líka keypt mjólkurmiða hérna í skólanum. Og svo er hér innkaupalisti og á honum er skólataska, blýantur, skrúblýantur, strókleður, hittari, trélitir, tússlitir, pennaveski, reglustikka og mappa. Svo er hér líka þessar bækur, en þeim þarf hann að skila aftur í vor. Já, við gerum líka svoleiðis á Ísafirði. Já, svo er það á fimmtudögum og föstudögum, þá er Patrik í leikfimi. Og þá þarf hann að hafa með sér íþróttatösku og í henni þarf að vera bolur og íþróttabuxur, íþróttaskór og handklæði. Því eftir tíma þá fara börnin í sturtu. Já, þá held ég nú að þetta sé bara allt komið. Orðaforðinn sem við ætlum að taka fyrir í dag fjallar að byrja í skóla. Amú, hvað dettur þér í hug? Hvað hugsaðu þegar þú ert að fara að byrja í skóla? Hvað þarf maður að gera? Hvað gerir maður í skóla ef maður er lítill og fara að byrja í skóla? Að læra að skrifa, lesa, tala. Kannski tala, já. Nýtt tungumál. Kannski læra nýtt tungumál. Já. Ert þú búin að vera í skóla á Íslandi? Já, stuttan. Í stuttan tíma? Já. Og þar varstu að læra að lesa íslensku? Já. En hvert er móðurmál þitt? Hvaða tungumál talar þú heima?
Mark. Mörg? Já. Já. Hindi. Hindi. Og Malayalam. Býtu? Malayalam. Malayalam. Já. Já. Og? Og enska. Og ensku. Og talar þetta allt svona, blandar Já. þetta saman? Já. Já. Og hvernig finnst þið þá að læra íslensku? Mjög erfitt. Mjög erfitt. Hvaða tungumál talað heima á heimili þínu? Kristoffer? Ég heima bara saman og ég tala ég frá Pólandi, ég tala bara stundum polsku og allan dag ég tala íslensku og stundum ensku og félagi mín tala ítalsku og ég líka tala ítalsku. Já, þannig að þú talar sérst ítölsku, pólsku og ensku. Og þýsku líka. Og þýsku. Já. Þýsku. Það eru komin að þessu erfiða þýsku. Hvað er þetta, Julie? Þýsku? Já. Þýskaland. Þýskaland, þýska. Við skulum bara skoða þennan bókstaf hérna. Þó ef við erum að tala orðaforða, getum við líka skoða þennan bókstaf. Þ. Já. Hérna eru tennurnar og tungan fer út fyrir. Þ. Þýskaland. Þegar þið flytið til Íslands, þá þurfum við að fylla út í alls konar pappír og skrifa allt mögulegt. Og meðal annars þurfum við að skrifa tölu, kannski 12, 0, 2, 64 og svo 9, 9, 9, 9. Hvað er þetta hérna? Þetta er Kennitala. 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 Hvað stendur hérna, Kristoffer? Hvað er þetta? Já. Já, þetta er hérna, já, 1, 2, já. Nei, en ef þú segir 12. 12, já, 12. Hérna 0, 2, 64. Já, hvenær á þessi ammali þá? Hvenær er hann fæddur? Þessi maður? Hérna þetta, hérna... 12. 12, hérna, februar, Já. 64. 1964. Og svo er kannski engin með 999, ég veit það ekki. Já, og eitt af því sem maður þarf alltaf að vera að fylla út, það er lögheimili. Lögheimili. Hvar áttu heima? Natasja, hvar áttu heima? Hvar áttu heima? Hvar er skatið að 50? Og þá er það, ef að þú ert skráð, registrated, ef þú ert skráð þar, þá er það lögheimili. Svo sem maður þarf að byrja á því að skrifa nafn, kennitala Og familjesvang. og lögheimili, heimilisfang. En svo er eitt alveg stórkostlegt sem minnst er á hérna í þessum þætti. Og það er svo langt orð að maður þarf eiginlega að taka tilhlaup þegar maður ætlar að fara að skrifa. Dvalarleyfisskírteini. Þetta er gaman að æfa sig á þessu. Já. Kristoffer, lestu þetta fyrir mig. Dvalarleyfisskírteini. Tökum þetta eftir. Dvalarleyfisskírteini. Já. Dvalar, það er að vera hérna. Já. Leyfi, permission, leyfi, skírteini, svona kort. Já, og þetta sem sagt er svona lítið skírteini, lítið kort. Nú, maður lærir að lesa og maður lærir að skrifa og maður lærir að tala og svo kannski lærir maður líka pínulítið svona Íþróttir. Já, íþróttir, leikfimi. Hvaða fleiri fög eru kennd í skólum? Fög.
Fög. Til dæmis. Hvað stendur hér? Landafræði, fleiri fög. Landafræði, geografí. Ok, og tungumál. Á Íslandi læra krakkarnir ensku og dönsku og í sumum skólum er hægt að læra þýsku og frönsku. Já, tungumál og fleiri fög. Hvað lærum við meira í skólum? List. Já, kannski myndlist. Tónlist. Og tónlist. Flott. Handaverk. Og handverk, segja það. Handavinnu, kallum við það. Það er að segja, það er líka kallað smíði. Já. Og ég ætlaði að fara að segja það sem strákarnir eru í, en sem betur fyrir er það nú þannig að það eru stelpur og strákar sem fá að læra að smíða. Búið til borð. Smíða borð, smíða stól og smíða til þess að setja bækur í. Skápur. Já, eða hilla. Að smíða heitir það. Að smíða. En hvað þarf maður að hafa með sér þegar maður fer í skólan, þegar maður er að byrja í skólanum? Á maður bara að koma með plastpoka með bækur kannski? Skólatösku. Hvað heitir? Blýantur. Þetta er blýantur, það er handblýantur. Og hvað heitir þetta hérna? Þetta er Strókleður. Mjög sniðugt, þetta er svona stróka út, sko. Strókleður. En svo til þess að ég geti nú notað þennan blýant, þá verð ég að eiga svona, ég get fengið lánað þegar ég þarf ekkert endilega að eiga þetta sjálf, sko. Fengið lánað, en hvað heitir þetta hérna? Yttari til þess að gera odd hérna á blýantinn. Flott. Svo þarf maður víst, ef maður er svona aðeins að monta sig, þá þarf maður að eiga skrúblýant og þetta er penni. Og hvað er þetta hérna? Límstift. Þetta heitir límband. Já, þetta er svona kannski freka fátæklegt, svo þarf maður að eiga liti til þess að lita líka. En þetta er til í öllum skólum. Hvað er þetta? Kennaratyggjó. Orðaforða kaflans skólan er þá lokið. Hugsa svolítið þetta. Takk.